Nú förum við aðeins í 3A, það bilanleit í skammhlaunsmótor. Þetta aðalega þá niðurstöðurnar af mælingum með ámæli og meggar og hvað kæmi út með pröfulampa. Það ýmsar bilanir sem geta komið fram í rafmótorum. Við þurfum að átta okkur á hlutverki einangrunar í sátri. Mjög mikilvægt að sátrið, sem sagt, það náttúrulega vöf. Þau eru einangruð með lakkaeinangrun. Svo auka einangrun frá vöfunum og út í hús mótorsins, út í sem sagt sáturjárnið. Það líka svona pressaður pappír eða einhvers konar einangrunarefni sem að þolir mikinn hita, kannski 150 gráður eða eitthvað slíkt, eða meira. Og þetta efni, það ræðst svolítið af því í hvaða hitaflokki mótorinn að hvaða gerð einangrunarefni mótorsins Það til sem sagt F hitaflokkurinn og svo H hitaflokkurinn. Og H hitaflokkurinn sem 180 gráður, hann náttúrulega með einangrunarefni sem þolir mestan hita. En bilanir geta komið í mótorinn þannig að það getur orðið leiðni á milli vafa, það getur orðið leiðni frá vafi út í umgerð og eins getur vafið sjálft brunnið og það getur orðið leiðni á milli einstaka leiðara í sama vafinu. Og hér sem sagt fyrst mæling með pröfulampa. Þá raðtengt sem sagt pera við hvert vaf í mótornum til að athuga hvort það leiðni í gegnum vafið. Það sem sagt farið í gegnum vafið fyrst, svo vaf, eins og sýnt hérna á myndinni, með gegnum ljósaperuna. Og þá lýsir ef að vafið heilt og leiðir hérna á milli, tengt hérna á milli, vaf 1 og vaf 2 til dæmis. Og við skoðum það þá hérna að hér lýsir á milli allra vafana, svo að öll vöfin óslitin. Þannig að allir fasarnir í mótornum í lagi. Og þannig að ástand spólunar, sem sagt ef pera lýsir, að þá sýnist þá að vafið sé heilt ef að peran lýsir þegar að tengt á milli viðkomandi enda á vöfunum. Síðan könnuð hugsanlega útleiðsla í mótornum og þá í rauninni best að tengja frá hverjum stað í tengibrettinu. Náttúrulega þarf að vera búið að taka í burtu skinnur ef að þær hafa verið fyrir hendi, sem sagt skinnur til að búa til annaðhvort stjörnutengingu eða þríhyrningstengingu. Það best að þær séu teknar í burtu, sem sagt, það sé ekkert fast tengt hérna á milli, hvorki þríhyrningstenging, fast tengt eða stjörnutenging, að þessar skinnur séu bara ekki eða séu teknar úr ef þær hafa verið í áður en maður fer að mæla. Það orðið einhver svona samtenging hérna á milli óvart þegar við mælum. Og þegar verið að mæla til jarðar þá það var einhvers staðar mynd af því, það eins og hérna, að þá kannski óheppilegt að mæla út í ás mótorsins því það fyrir gegnum leguna, það óheppilegt. Betra að fara í jarðtengingu inn í tengihólfi mótorsins. Að hafa annan endan á tengi, sem sagt hafa
til dæmis núllið hérna tengt í jarðtengingur á mótornum. Eða hafa fasan þar og núllið í gegnum peruna að minni hætta á að fá straum í sig. Og þannig að þegar það er kannað hvort það er hugsanlega útleiðsla í mótornum, þá þessi mótor sem var notaður, hann ekki með þannig útleiðslu, öll vöfin virðist vera í lagi að mestu leyti, en það kemur það ekki fram með pröfulampanum, það kemur fram með öðrum mælitækjum. Við höfum að útskýra ástand spólu ef peran lýsir, sem sagt. Ef að pera myndi lýsa við þessar mælingar, þá væri útleiðsla frá spólu mótorsins út í umgerðina. Nú, kostir og gallar pröfulampans, sem sagt, kosturinn við að nota pröfulampa það fljótlegt að sjá hvort að mótorinn illa farinn eða ekki. Ókosturinn við pröfulampan að þetta mjög ónákvæm niðurstaða sem við fáum mótor. Ef að mótorinn eitthvað lítið bilaður, þá ekki að vita það með pröfulampanum. Síðan næsta mæling með AO-mæli. Þá erum við ekki með neitt spennugjafa lengur eins og hérna. Spennugjafinn var sýndur hérna áðan með eins og tengil. Þetta rauninni tengil einhvers staðar. Í töflu eða tengill á verkstæði einhvers staðar. Þar sem við tökum strauminn frá gegnum peru, sem sagt, hérna með pröfulampanum. En þegar við með AO-mæli, hvar þá spennugjafinn? Hvar spennugjafinn í AO-mælinu? Jú, inn í AO-mæli, þar rafhlaða. Rafhlaðan í AO-mælinum spennugjafinn sem að knýr strauminn til þess að mæla viðnámið hérna til þess í vöfunum. Það rafhlaðan sem að knýr strauminn til þess að mæla viðnámið. Og viðnámið svona óbeint mælt hérna með því að mæla spennufallið yfir þetta viðnámið í vafi og þá vinnur mælirinn úr því og sýnir þetta sem ohm viðnámsmælingu, sem sagt, sýnir viðnámið. Svo að við könnum hvort að það sé sama viðnám í öllum fösunum, öllum fasavöfunum í mótornum og AO-mælirinn hann mjög nákvæmur á það að hann getur sýnt okkur ef einhver smá munur á milli, ef við erum með allavega einn aukastaf á viðnámsmælingunni, þá myndi hann alveg geta sýnt okkur ef að mótoramæri eitthvað byrjaði að skemmast eða hvert vaf væri kannski byrjaði eitthvað að brenna, það er möguleiki að sjá það hérna á mismunandi viðnámi. En þessi virðist ekki vera það illa farinn að hann mælist með nákvæmlega sama viðnám í öllum fösum. Svona ætti mótor sem alveg í lagi að mælast. Það ætti bara að vera nákvæmlega sama viðnámi, eða því sem næst. Jafnt viðnám í öllum fösum? Já, ef svo ekki hvað veldur. Það jafnt viðnám í öllum fösum og öll fasa vöfin í mótornum í lagi. Síðan talað hérna að nota AO-mæli til þess að kanna hugsanlega útleiðslu í mótornum. Þetta nú mjög ónákvæm aðferð vegna þess að við erum með það lága spennu sem notuð í þessa mælingu. Já, það kannski bara, ég veit ekki hvað, 1 volt eða svo. Svo að hérna við fáum bara óendanlega stórt viðnám alls staðar til jarðar. Og það mjög lítið að marka þessa útleiðslumælingu. Mælirinn sýnir enga útleiðslu og segir að viðnámið sé óendanlegt. Og kostir og gallar AO-mælisins þá þessir að við getum ekki treyst á AO-mælinn til að sýna hvort að mótor eða, já, í þessu tilfelli mótorinn hefur einhverja einangrunarbilun
hvort það mælist útleiðsla í honum eða ekki, vegna þess að hann gefur allt og lága spennu við þessa mælingu. En hins vegar viðnámsmunurinn á milli vafana kæmi fram ef að mótorinn væri eitthvað byrjar að brenna eitthvað slíkt, sko. Þannig að kosturinn við ámælinn að hann gefur nákvæma mynd af ef að mismunur á mælingum á milli viðnámi vafana. Þess vegna gefur hann okkur hugmynd ástand vafana. Já, það var ámælinn. Síðan komum við að megarnum. Megaómmælir heitir hann, stytt í megar. Hann gefur okkur niðurstöður yfirleitt í milljón ómum eða gefur okkur megaóm skalinn sem við notum oftast til þess að mæla útleiðslu og þá þurfum við átt okkur á því hvar eru mörkin. Ef við hugsum okkur bara þessa einföldu reglu sem við lærðum hérna í síðasta áfanga að lágmarkseinangrunarviðnám allavega hérna við eðlilegar aðstæður í landi við svona flestum stöðum í landi, þar miðað við að lágmarkseinangrunarviðnám þarf að vera 1000 ohm fyrir hvert volt mál spennu. Þannig að lágmarkseinangrunarviðnámsgildið til dæmis hérna fyrir 230 volta kerfið þarf að vera 230.000 ohm. Og fyrir 400 volta kerfi væri það þá sjálfsögðu 400.000 ohm. Það væri lágmarkið sem að hvert tæki þyrfti að hafa sem einangrunar viðnám til jarðar. Þá erum við að tala fyrst og fremst tæki sem við getum mælt svoleiðis sem með málum umgerð, sko, eða umgerð sem eru leiðandi efni. Og eins og til dæmis eldavélar, uppþvottavélar, þvottavélar og svo framvegis. Svona heimilistæki og gæliskápar og slíkt. Og aðalega kannski eldavélar og slík svona hitatæki sem gætu verið með biluð hithöld eða element og það þannig tæki og svo mótorar sem gætu verið mælst með svona útleiðslu. Og þess vegna varðandi reglugerð skip, þá oft gerð tvöföld krafa þar varðandi einangrunarviðnám. Þannig að þar erum við líka með hærri spennur eins og 380 volt eða 660 volt eða eitthvað slíkt eða 440 volta spennur og þá gerð tvöföld hærri krafa einangrunarviðnám til dæmis varðandi mótora. Einangrunarviðnám í mótorum. Nú, en megar, hann gefur okkur að minnsta kosti 500 volta vinnuspennu til þess að mæla einangrunarviðnám. 500 volt eða við getum jafnvel stillt upp í 1000 volt á svona mæli. Sumir mælar eru þannig að það hægt að stilla á 250 volt, 500 volt og 1000 volt. Við höfum yfirleitt notað megar sem stilltur á 500 volt. Og við notum það yfirleitt þessar mælingu hér hjá okkur. Og hér vorum við að mæla sem sagt á öðrum skala. Þar á þessu mæli sem við höfum, þar lágur skali
sem að nær upp í, mig minnir eitthvað svona 500 ohm eða eitthvað slíkt og þá getum við mælt með vísismæli í kringum 40 ohmin hvert VAF gæti verið og við sjáum það það bil að það í kringum 40 ohm eða 42 ohm hvert VAF en við getum ekki séð nákvæmlega hvort það einhver munur á þeim. Það myndum við fá betur með ámælunum. Þannig að þessi meggar hann tiltölulega ónákvæmur á því að sjá hvort það hvaða viðnám í vöfum og hvort það einhver mismunur á viðnámi vafana. Heppilegur mælir í svona mælingu? Nei, ekki þegar við mæla hvort það munur á viðnámi vafana. Aflesturinn tiltölulega ónákvæmur miðað við ámælin. Það miklu nákvæmari hjá ámælinu. Síðan að kanna með meggarnum hvort það hugsanlega útleiðsla til jarðar í mótornum. Og þar kemur fram, það bara allt sem óendanlega stórt viðnám. En síðan hérna, já, kostur og gallar meggas við þessa mælinga og það mjög góð kostur við meggarinn að hann gefur að minnsta kosti hann gefur að minnsta kosti 500 volt fyrir okkur til að geta mælt hérna hvort það útleiðsla. Það ekki mjög nákvæm gildi, fyrir hágildi. Og sko vegna þess að skalinn sérstakur á honum þá hérna þá svolítið erfitt að finna rétta stillingu fyrir mælingar á einangrunarviðnámi eða bara viðnámi almennt með honum. Við bara með einn þá grófan skala fyrir einangrunarviðnámsmælinguna. Þetta hann nær frá 0,01 megaómi kannski upp í eitthvað 200-300 megaómi eða hvað sem það og hérna þess vegna hann tiltölulega ónákvæmur skalinn en við getum séð hvar mörkin ef við mælum sem sagt til dæmis 0,23 megaóm þá það akkúrat að mörkunum fyrir tæki sem tengt við kerfispennu 230 volt. Það þá alveg á mörkunum. Í þessum mótor þá mælist leiðinni á milli fasavafa, milli U1 og VAF1. Þar mælist sem sagt 0,22 megaóm, það rauninni þá náttúrulega undir kerfispennunni sem hann væntanlega mótorinn tengdur við 400 volta spennu venjulega og þarna þar væri þá 0,4, þar væru mörkin þarna allavega fyrir landið en kröfurnar fyrir borð í skipi væri þá helmingi hærri sko. En hérna greinilega bilun í mótornum, það einangrunarbilun á milli vafa. Og þannig að þetta 220.000 ohm eða 0,22 megaóm. Á milli hinna vafana mældist ekki munur, eða ekki útleiðsla. Bara milli þessa U og VAFs. Þar var einangrunarbilun. Og kostur og gallar, sem sagt, hann gefur út mjög nógu háa spennu til að finna þessa einangrunarbilun. En skalinn kannski ekki eins nákvæmur eins og í ámælunum. Hann hentar verð fyrir mælingu á viðnámi í einstaka vafi. Það bara eins og ég búin að nefna áður.
En kosturinn að hann gefur tiltölulega háa spennu út til þess að geta mælt einangrunarbilun. Ok, og síðan hérna áfram höldum við í þessu. Við þurfum að fá fram spannmælitæki sem ég þarf að sýna ykkur betur. Og þar var mótor 8, hann var tekinn og mældur með spannmæli. Og þessi spannmælir, hann mælir hérna, hann sýnir fram á ef að spóla er að leiða á milli vafana, ef er bilun í spólu. Það er leiðni á milli vafa og gefur okkur þá ljós á endanum á þessu spannmælitæki til að gefa til kynna bilunina. Og þetta er gert með því að leiða segulsvið frá spannmælitækinu yfir í spóluna. Ef að þar myndast straumur, ef að hérna ef að er samfleygt einhvers staðar vaf, þá myndast straumur í biluninni og sá straumur, hann framkallar segulsvið sem er skynjað í eftirvafi á spannmælitækinu og eftirvafið gefur þá samband út á ljós. Þannig að við sjáum þá endanum á spannmælitækinu ef við fáum greinum bilun í vafi, í mótor. Það er líka hægt að gera þetta á snúð í alstraumsmótor. Það er hægt að finna hvort að alstraumsmótorinn, hvort að snúðurinn í alstraumsmótornum er í lagi eða ekki. Til dæmis snúður úr ryksugu eða hrærivél eða borvél. Það er hægt að kanna það með svona spannmælitæki. Og ég þarf að sýna ykkur þetta annaðhvort á vídeó eftir eða með myndum. Og síðan er spurt hvernig bilun er hægt að finna með spannmæli. Það er hægt að finna hvort það er leiðni á milli vafninga í spólu. Eða þannig hvort að mótorinn er brunninn. Og þá eigum við bara eftir eina aðferð í viðbót. Það er svokölluð kúluprófun og hún er framkvæmd þannig að það er, og hún er framkvæmd þegar verið er að koma mótor aftur saman eftir að búið að skipta vöf. Sem sagt, í þeirri vinnu, þegar hefur þurft að fara út í það að vinda upp mótor, sem er orðið svona tiltölulega sjaldgæft í dag að þess þurfi, en við kannski stærri gerðir á mótorum, þá getur það borga sig vegna þess hvað þeir kosta mikið. En í svona algengum minni mótorum þá borgar sig ekki að vinda þá upp, heldur bara að fá nýja í staðinn. En getur borgað sig ef að mótorarnir eru eitthvað sérbyggðir, einhvern veginn sem hluti af einhverju stærra uniti eða eru sérstakir þannig að þeir séu tiltölulega dýrir í innkaupum, að þá getur verið að það borgi sig að vinda þá upp. Og kúluprófunin er framkvæmd eftir að búið er að setja ný vöf inn í mótorinn og búið að tengja endana á vöfunum saman. Sem sagt búið að tengja öll vöfin upp eins og menn halda því að vera.
áður en að haldið er áfram að ganga frá sem sagt endunum og áður en að náttúrulega fer í lökkun. Þannig að stutta svarið við það hvenær er kúluprófun framkvæmd. Kúluprófun er framkvæmd áður en mótor fer í lökkun. Þegar að verið að skipta vöf í mótor eða við upptekt á mótor. Við höfum notað einn mótor í þetta og þar við höfum notað kúlu úr kúlulegu og það eru náttúrulega mismunandi stærðir af kúlum sem hægt er að nota í þetta og við setjum sem sagt kúluna inn í sáturjárnið og síðan er straumi hleypt á svona farið upp í það bil 50 volta spennu, 3 fasa og síðan er kúlunni fleygt af stað bara með tréspýtu til þess að betra hafa eitthvað áhald sem að segulmagnast ekki eða sem að skemmir kannski ekki einangrunina eða það sem er inn í mótornum. Það er minni hætta á því að mótorinn skemmist við þetta. En sem sagt kúlan hún ætti þá að elta hverfisegulsvið ef við reynum að þeyta kúlun af stað. Og þannig að þessi lýsing hérna sem sagt að mótorinn hann er tengdur við spennugjafa. Stálkúla er sett inn í opinn mótorinn. Það er engin snúður sem sagt í mótornum. Síðan er settur straumur á sátrið og kúlun er þeytt af stað, ýtt við henni, þannig að hún elti hverfisegulsvið. Það getur verið að maður hitt ekki á rétta snúningsátt fyrst, þá er bara að prófa að hinna snúningsáttina. Og ef að samtengingin á vöfunum er rétt, þannig að hverfisegulsviðið virkir rétt inn í mótornum, þá eltir kúlan hverfisegulsviðið og þannig að þá þetta er svo að nýr vafningar sem eru komnir inn í mótorinn, þannig að það er ekki spurning hvort að vafningarnir sé í lagi, það er bara spurning hvort að vafningarnir væru, ef að þeir væru vitlaust tengdir saman, að einhver spólan snýr öfugt, að þá stoppar kúlan, þá sést það. Þá þarf bara að fara yfir það betur, skoða kannski í svona hvernig að vöfin voru lóðuð saman, að kannski að aflóða nokkrar tengingar og finna út úr í hvort að einhver villa hafi verið framkvæmd í lóðningunni í fyrstu atriðinu. Þannig að til dæmis ef að eitt eða fleiri vöf snúa á rangan hátt í sátriðinu sem sagt, endarnir hafa víxlast, að þá stoppast bara kúlan. Hverfisegulsviðið virkar þá ekki rétt inn í mótornum. Og ég ætla að reyna að sýna ykkur þetta þá á vídeói eftir, eða senda það inn. Og sem sagt, þessi kúlupróf segir okkur sem sagt það að hvort að hvort að tengingar vafana til hvort að tengingar vafana séu réttar.
Þetta segir okkur ekki hvort það eru einangraðir, heldur hvort að hverfisegulsviðið virki. Virki. Það sem sagt kúlan eltir hverfisegulsviðið. Ef allt í lagi, þá eltir kúlan hverfisegulsviðið. Það er málið. Þá erum við komin í gegnum þetta að þessum hluta til. Ég á eftir að sýna ykkur svo búnaðinn með vídeói og já, hér er svo aðeins spurt hugsanlegar rafmagnsbílarnir í rafvélum og ég ætlaði kannski að reyna að finna einhverja góða svona lýsingu af því. Gæti verið að ég finni sem sagt svona smá útskýringu á einhverju mynd af því að sjá hvort að ég finn það ekki einhvers staðar hérna. Hérna það er líklega ég þarf líklega að leita betur að því. Já, oft hefur þetta verið Já, góðan daginn. Þetta bara að nota stofuna? Já, ég bara er alveg að verða búinn í bíli. Já. Allt í bíli. Ég kenna það burðarhúsfræðina í bílbónum. Já, já. Þannig að það er betra að nota töfluna svona. Já, akkúrat. Annars var víst ekki að vera taptölvu líka að gera þetta. Já, það er bara erfiðara að sýna þetta. Já, ég þarf að sýna ykkur þetta við betra tækifæri. Ég finn ekki réttu myndina af þessu núna. Svo að hérna við skulum segja þetta gott núna og ég stoppa þá upptökuna.